Já, takk. Ágætu félagar, ég hérna með smá inngang áður en byrjum við erindinu. Á þessu fyrsta hrafnaþingi vetar þá vildum við hér á Náttúrufræðistofnun aðeins minnast fastagests á þessum samkundum okkar, Sturlu Friðrikssonar, en sem lést 14. ágúst síðastliðinn. Sturla sat jafnan hér í fremstu sætaröð. Hann bar ávallt spurningar, sagði örsögur, vildi gjarnan eiga síðasta orðið. Þetta vitið öll. Og það verður sjónarskiptir af honum hér. Og hrafnaþingin verða önnur eftir að hann hvarf. Sturla var fróður maður sem lét sér fátt óviðkomandi. Hann var hagyrðingugóður og hinn mesti húmoristi. Hérna sem dæmi, þetta fannst hann ákaflega vænt þetta orð, Vesturland, inn í því miðju var nafnið hans. Þar átti hann sín sælu reit og þar hvílir hann nú, í miðju Vesturlandi, sinni sveit. Sturla, hann var Surtseyingur og alveg fram með fingurgóma inn í Hinstamerg. Hann tildi Surtsey alveg frá hennar fyrstu lífsmörkum. Og áttræður þá hafði hann einnig af því að vita til þess að hann væri twice as old as the hills, þá átti hann við fjöllin hérna, þá stóð Surtsey á fertugu. Og þessi mynd var tekin út í Surtsey 2003, en við vorum nokkrir hér starfsmenn sem fylgdum honum árið saman út í Surtsey. Og hér réttuna sína þarna síðasta myndi sem tekin af Sturlu út í Surtsey. Hann að fara borðið í þyrlu, en takk eftir því að allir með hugana komast inn í þyrluna. Sturla, hann horfir aftur út á eyjuna, hann vissi að hann var að kveðja í fyrsta sinn. Og blessuð sé minning hans. Þá að málinu. Þetta erindi sem ég flutti reyndar á aðalfundi Náttúrufræðistofnunar í vor. Í mjög skertri myndreyndar, því að þá fékk ég bara korter til að fjalla þetta mikla efni. Þannig að ég gróf upp þetta erindi aftur og opnaði margar slætur sem voru þar á hætt til þess að flytja þetta í þeirri lengd sem ég vildi hafa það. Það sem ég ætla hérna að fjalla það er að Eyjafjallagosið, ekki gosið sem slíkt, heldur afleiðingarnar af því fyrir smádýrin sérstaklega. Og það var sem sagt þetta mikla öskufall á jöklinum og ég get aðeins hinn augljós áhrif öskufallsins. Það sem er ekkert mælt, sem bara sem að sér. Svo kynni ég til sögu verkefnið vöktun fiðrilda sem tengist þessu mjög. Kynni þarna ljósgildrur, tólin sem eru notuð, gildrurstöðvar á landinu öllu, svo gildrurstöðvar við undir Eyjafjöllum. Og út af þeim þessi mældu áhrif öskufalls á fiðrildi og vorflugur líka. Svo verður þessu samantekt eftir þessu. Gosið hófst 14. apríl og ég ætla ekkert að segja frá gosinu, ég er ekki jarðfræðingur. Og ég hafði líka meiri áhuga á því sem á eftir kom. Og ég er þó ekki að tala gosið þarna, þetta þúristagos sem var þarna austar í fjallinu. Það er ekkert öskufall frá því. Algjörlega óspennandi gos. Öskufallið, þetta er gríðarlegt öskumagn sem steindir út í fjallinu og fór víða eins og allir vita, það er mikil áhrif, það fjall allstaðar. Hérna, þetta er upplýsingarskylt á skógum, það er einhver þýskur túristi sem sé ástæða til þess að setja merki, setja á það. Farfuglarnir, þeir mættu heldur óblíðum aðstæðum. Maður sá fuglana á vappi hér og þar, grágæsir á markarhlöðaurum, heiðagæsir og öskubornu túni undir Eyjafjöllunum. Og Tjaldur, hann samdi svo þokkalega vel þarna í öskunni, hann er vanur svona sandrullu og líka það ágætlega. Með þess að var hann ekki verðstattur svo, hann náði að verpa eins og þarna sést, ég fældi þennan af hreiðrunni eftir öskufall næturinnar. En smádýrin, þau átti mörg hverju mestu basli ef ekki nær öll. Hérna er svona dæmi jarðvegsdýr sem er komið upp í gegnum öskuna, ánamaðkur, hrossaflugulirfur sem voru sem það reyna að komast upp í gegnum öskuskánina og upp á yfirborðið. En þar beið þeirra nú ekki
neitt selda líf því hettumóðarnir, þeir voru þarna á beit hreinlega. Humlurnar, þeir áttu mjög erfitt uppdráttar því að eins og allir vita þá eru víðireglar ákaflega mikilvægar fyrir þær. Víðireglarnir framleiða bæði frjókorn og blómasafa sem humlurnar eru algjörlega háðar á vorin til þess að byggja upp orkuforða áður en fara að stofna sín bú. Og þær sultu og það lágu eins og hráviði bara á öskunni, nýskriðnar humludrottningar út á vetrardalanum. Þá er það verkefnið vöktun fiðrilda. Hér er þessa mynd sjáum við fiðrildi sem heitir mófetti. Hann er náð að komast úr púpu og upp í gegnum öskuna. Hann gengir það brösarlega því hann er gjörsamlega skafinn, allt hreistur skafið á hann. Og það beið hans ekkert selda líf þarna og sennilega bara dauðinn einn. Vöktun fiðrilda byggist á söfnun fiðrilda með gildrum sem gerir það verkum að þarna safnast gögn sem hægt er að, maður fær tölur sem hægt er að meta og leika sig með. Mannsfendi kemur ekkert að öðru en rétt að setja upp gildrurnar og tæma þær vikulega, 30 vikur árinu. Og þetta byrjaði árið 1995 og stundur enn yfir. Og meira það eftir, þarna er þetta fiðrildi sem er haustföti sem er sest á gildru. Ljósgildra, rétt að segja ykkur hvað þetta er kassi. Á honum er stór blikktrekt. Yfir trektinni er pera, gaspera, sterk pera sem laðar að sig fiðrildi. Hún kveiknar á henni þegar dimmir og slökknar þegar birtir. Og fiðrildi þótt að flest hvað vilji fljúga í myrkri þá laðast þau að perum, ljósum, ekki síst gasperum með útfjólublári geislun. Og þegar maður opnar lokið þá lítur svona út inni, þarna er trekt. Til þess að taka við regnvatni sem fellur ofan í þessa stóru trekt og leiðir regnvatni niður í gegnum kassan. Svo hérna er sæfingakrukka með efni til að sæfa og eggjabakkar fyrir kvíkirnir til þess að setjast í. Svo sjá maður betur hér. Og eins og segir þetta tæmir maður einu sinni í viku. Þetta byrjaði 1995 á Tumastöðum í Fljótshlíð og Kvískerjum í Röðum. Og þar var þetta lengi vel, þetta einu til staðinni, þangað til svo bætti fyrir staðir hérna undir Eyjafjöllum, Rauðafell og Skógar, 2005 og 2006 og einn mótilsá hérna í Kollafirði. Síðan fannst náttúrustofunum á landinu ákaflega sniðugt að koma inn í þetta verkefni og eins og sjáum á, þetta er eiginlega öllu náttúrustöðum út á landi. Byrjar hérna í Ási. Það var mikið drifkraftur sem eiginlega smitaði hinar af sínum áhuga. Þannig að þetta er orðið ansi skemmtilegt net allt í kringum landið og miklar upplýsingar sem þarna er að hafa. Eyjafjallajökull, þarna voru 3 stöðvar í næsta nágrenni við jökullinn og undir áhrifum frá gosinu, öskufallinu. Eins og má sjá, Tumastaðir, þetta eru 24 km, Skógar 14 og Rauðafell 10. Það var óvíða meira öskufall en einmitt á þessu svæði hérna. Þannig að þetta gaf mikla möguleika til að fylgjast með hvað gerðist og svo framvegis, hvað gerist síðan. Þetta eru þessar 3 gildrusstöðvar, Tumastaðir, Rauðafell og Skógar. Þetta er á Skógum, þetta fyrsta, eldgosvorið. Þessi ágæti maður, Sigurþór á Rauðafelli, það er eiginlega hann sem kom þessa gildrum af stað undir Eyjafjöllum, smíðaði gildru sjálfur, eða smíðaði eiginlega alla gildru sem er á landinu og mjög áhugasamur þetta verkefni og eiginlega þetta upplýsingar sem við höfum þetta, þær eru eiginlega honum að þakka. Þarna er bara áhuga maður. Einsettur bóndi. Og hann er, eins og sjáið, hann er
hann oft mjög spenntur ef eitthvað mikið að gerast, þá tekur hann ótæpileg í nefið, hann bara dælir upp í sig. Eins og sáum á þarna. Þarna svona leit nú gildran út eftir öskufall, það er trektinn undir full af ösku og það var ekki mikið að veiða til að byrja með. En nú ætla ég að fara yfir í niðurstöðurnar. Og það er aðalega þessar 3 stöðvar sem ég er að vitna til og auk þess kemur aðeins að sögu Mógilsá í Kollafirði og Kvísker í Öræfum rétt til samanburðar. Og hérna frá eru súlur frá Skógum eru grænar og Rauðafell eru rauðar. Þarna sjáum við hvað gerist, þetta er bara fjöldi fiðrilda sem veiðast yfir árið. Og þetta er í ágæti jafnvægi hérna framan af til 2009, svo gerast einhver ósköp hérna 2010 sem sjáum á. Og síðan gerist ákvæmlega lítið eftir það þarna til dæmis á Rauðafelli en heilmikið á Skógum. En Skógur er samt ekki að endurheimta fyrri mynd, heldur alveg nýja mynd. Og hérna líka réttilega að skoða fjölda fiðrilda niður á Tummastöðum og Mógilsá til samanburðar. Það er ekki mikil breyting sem verður á Tummastöðum og þó það er heldur fækkun. Núna það er alveg rugl hann árið 2012, það er ekki alveg að marka það ár því að það gerði nokkra daga í ágúst með alveg reynd bullandi flugveðri. Það bara flög allt sem flói í gat og gildrurnar eiginlega var fylltust þar á 2-3 nóttum. Þannig að það skekkir út í myndinni þessi mikla blíða sem gerði þarna í ágúst sem er yfir næstu flugtími fiðrilda. Og saman bendi hérna að sá hérna árið 2000, það er eitthvað hálft daburt. Ég hafði ekki tekið sérstaklega eftir því en ég kem aftur að því seinna hvað þá var í gangi. En ef við bregðum þetta saman með Mógilsá þá er þetta er svona ákveðnar sveiflur þarna en það er ekki mikil áhrif hérna vestur frá. Ég hef nokkur, þetta er eðlilega sveiflur sennilega. Nú svo skoðum við aftur Skóga og Rauðafell, fjölda fiðrilda tegunda. Á Skógum eru þær yfir 25 og upp í 30, þangað til gaus og síðan þá hafa þær aldrei farið yfir 25, 23, 4. Það er ekki búið að endurheimta það aftur. Sá sem að sögur að segja hérna á Rauðafell, það er nefnilega enn alvarlegra þar fallið og það er svona að mjakast upp en mjög hægt. Við skulum horfa fram hjá þessum ljósbláu súlum hérna, þetta eru bara útlenskar tegundir, flækingsfiðrildi sem ekki skipta neinu máli í þessu öskufallssamhengi. Nú hérna er kannski svo tegund sem mér finnst áhugaverðast í þessu öllu saman, það er grasvefari sem er einhver algengasta tegund á Íslandi. Það var það, algengasta fiðrildi á Íslandi. Og sjáu þið bara hérna þessa 3 staði undir Eyjafjöllum, fyrir gos eftir gos. Það var dramatísk áhrif af gosinu öskufallinu. Því þetta var alveg tölur hérna áður, sjáu þið þarna ásana, allt upp yfir 3000 á Rauðafelli yfir sumarið. Og svo skoðu aftur á árið 2000, sem er mjög dálítið skrítið, þannig að ég fór að skoða hérna til samanburðar gögn frá Kvískerjum, þessi sömu ár, og það var allt í lagi þar, engar sveiflur óeðlilega þar, þannig að þá myndi ég allt í einu eftir þessu hérna dæmi. Heklugosi í febrúar 2000. Og hann var eldgos líka með öskufalli í fljótstíðinni, þannig að en svo fór þetta að ná sér aftur á strik. En þetta náttúrulega, Tummastöðum voru miklu nær Heklu heldur en hinir staðirnir. Þannig að gos öskufall er greinilega mjög afdrifaríkt fyrir þessa tegund. Nú, svo tækir nú fleiri tegundir á sama hátt. Grasígla, hún étur gras, þetta er þessi einu svona grasmaðkur sem er mikið fjallað í annálum langt aftur í aldir. Og hann er reyndar í eðli sínu mjög sveiflukenndur. Þannig að ef það er sant er þarna þetta fall þarna og hann læsir ekki aftur á strik við gosið og svo þannig skrítið þetta hérna þetta var gott árið, hérna er greinilega eitthvað niðurfall á þessum tíma.
Takkar hafa aldrei verið mín deild. Jarðigla önnur tegund líka sem var fyrir miklum áföllum og hún var geysið algeng á Rauðafelli og Tummastöðum. Heldur alvarlegra falli kannski, eða raunverulegt fall á Rauðafelli, en hvað að gerast á Tummastöðum? Það ekki endilega til að sé út á eldgosinu. Þetta líka sem kemur inn í myndin, það mjög breytt gróðurfar, mikið breytt gróska. Það orðið full grósku mikið fyrir hana til þess að lifa góðu lífi. Þarna á Tummastöðum, í skógræktinni þar. Og sama má eiginlega segja þessa tegund hérna Túnfeti. Hann hrynur gjörsamlega hérna á Rauðafelli en svo uppleið. Eitthvað bakslag hérna í fyrra. Hann féll líka hérna á Tummastöðum og þessu eitthvað sprella hérna 2013 í góðviðri þá. Og Skógum, það alveg sama þar, hann hrundi þar og aftur upp. Hann svona kannski að endurheimta fyrir status. Snúum við aðeins að birkinu. Þarna svona heilbrigð planta og hérna öskufallsplanta á Skógum. Það sem gerist það í öskufallinu, þið vitið það birki, það dálítið klístrað. Harpir sá laufblöðunum og askan hann límdist á laufblöðunum og skolaðist ekkert af yfir sumarið. Það gerði það verkum að þessi fyrirtæki sem éta birki, þau eiginlega gátu ekki étið það. Þannig að birki það eiginlega, ég liði örugglega ekkert vel þetta ár, en árið eftir þá var engin aska og ekkert biti og þau hrundu fyrirtæki sem áttu það. Hér gott dæmi, birkivefari, þetta ein aðal birkiætan. Og hann bara hreinlega ekkert að ná sér að styrja aftur. Hann reyndi að sveiflast hann mikið og spila líka inn í það að hann flýgur snemma á vorin og seint á haustin og þá það mjög háð hitastigi og veðráttu hvernig hann vegnar á hverju ári. Þannig að þetta ekki alveg hreint að sveiflur þetta kannski ekki alveg þetta fellur niður á Mókisá, það ekki út af eldgosinu, þetta bara eðlilega sveiflur í honum. Þetta dálítið sláandi hérna á Skógum. Ég tek ekki með hina staðina því það lítið af hann þar. Tígulvefari, sama þar, þetta líka birkiæta. Algjört hrun á Skógum en hann að ná sér hægt og bítandi, jafnt og þétt. Eftir það ná langt í land. Á Tummastöðum, hann virðist hafa, við það gengi betur þar að harka þetta af sér. Hraustfeti, þetta það fyrirtæki sem við horfum á öllum húsvækjum í dag og hérna hann gjörsamlega fjall niður en svo læt og bara ríkun upp með látum og hvaða skýring á því? Hann étur á birki, hann étur líka margt annað og með hans víði og alls kyns runna reyni við og eftir gos þá kom mjög mikil vaxtakipur í þessa runna alla. Þannig að þeir eru örugglega að framleiða miklu meira handanum að éta heldur en gerðu fyrir. Þannig hann að njóta góðs af gróskunni sem varð í kjölfar þessa áburðar á öskunni. Og skrautfeti, hann mjög fjölhæfur í alls kyns rönnum og bláberjalyngju og fleiru. En hann frundi gjörsamlega en hann þarna á uppleið á Skógum en á erfiðara vik og Rauðafelli. En það allt annað gróðurfar, ekki sama runna gróðurfari þar. Víðifeti, hann lifir eingöngu á víði, eitthvað mávegis og öspum. Og hann leið nú lítið fyrir þetta. Hann frekar naut góðs af gosinu. Þegar víðir, hann var miklu gróskummeiri eftir gosheldunum fyrir. Og hann mjög vel aflögufær fyrir víðifetan. Framleiðir mikinn mat fyrir hann. Barvefari, þetta tegund sem fannst hérna á 10. áratugnum fyrst á Íslandi og þá hefur verið fjölgað hægt lengi framan af. Hann kemur rétt hérna inn, 97, 99 og svo hann komin upp í þetta jafnvægi hér en hann hrýlur hérna í gosinu og hann nú sennilega á uppleið aftur en það gengur samt rólega. Hann sést að vera á Skógum, hann fyrir upp með látum og saman tíma og
barviður, hann vex sem aldrei fyrr. Já, þetta er spurning hvað heldur þessu. Það þarf að skoða þetta betur. Þetta eitthvað hvað barviðurinn að gefa af sér, sérstaklega þetta. Þetta eitt af þessu sem þarf að skoða. Barnálar, já, og bæði furu, lerki og greni. Ekki síst lerki, það verður svona mýkst undir tönn. Þetta eins og nýr landnemi sem lukkast ákaflega vel landnámið og hann algengasta fyririldi í fljótshlíðinni. Brandugla, þetta stórt fyririldi sem lítið að sjá hérna á Tumastöðum en það mjög á Rauðafelli ríkur upp öllum nótum. Þetta svona tegund sem meira allir sem sendiland og ekki allt og mikið gróður og það sem það gerist við öskufalli, það jarðvegur verður allur sendnari en var fyrir og það líkar Branduglu greinilega mjög vel. Og hann hérna á mjög fjölhæfu fæðuvali og eina fáum tegund sem getur til dæmis eltingar. Dílamölur, þetta líka fyririldi sem ríkur fyririldi vera frá klöppum og holtum og það sem melar og sendið. Hann var nú ekkert mjög hress að náðu fyrr en nú það miklu skemmtilegra að vera undir Rauðafelli. Þetta miklu betri aðstæður fyrir hann núna en voru fyrir. Og hérna tóld áhugaverð tegund, þessi reyslauða, þetta fyririldi sem étur gras, eins og grasvefarinn, var í samkeppni við hann. Hann hrundi hérna í öskufallinu og þessi tegund hins vegar, hún ríkur upp hérna við öskufallið. Og þessi tegund vill einmitt svona helst það sem ilmreyr og einhver þessi sem vexa í sandi og gjarna það sem jarðhiti. Og hvað var náttúrulega, þetta var náttúrulega hálfgerður jarðhiti hérna eftir gos, askan hitnaði í sól og keppinauturinn, grasveðurinn var horfinn. Þannig að hann var hérna í góðum fíling í öskunni. Þannig að það er ýmsar myndir sem koma, bæði hrun og rís eftir ýmsri tegundu. Þetta er svolítið erfitt að svara þessu spurningu, hvað gerðist í gosinu? Það gerðist eftir áskotingu. Það er að skoða hverja tegundur í sig. Nú, það er að taka fyrir svona líka lokin hjá vorflugur. Ég held að haldi þeim til haga líka, það sækja mikið í ljós. Vorflugur eru ættbálkur sem skyldur fyririldum. En hefur það lifar þann hátt öðruvísi að það alast upp í vatni, meðan fyririldin alast upp á þurru landi. Og hér eru tvær tegundir sem lifa yfir straumvatni, straumbytta og sítrubytta og þær eru báðar lifa saman hérna á Rauðafelli og víðar og gildra þar á Lækjarbakka, þar sem uppbyggðarstöðvar þessar tveggja tegundir eru. Við sjáum hérna framan af, þetta í góðu jafnvægi hérna, straumbyttan, þessi stóra hér, mun algengari heldur en þessi minni, græna. En svo kemur gosið, það hynja báðar og straumbyttan, hún sér ekkert að styrja aftur. Þetta út af öskunni í vatninu, greinilega eyðilagði hérna uppbyggðarstöðvarnar. En hvað að gerast með hina? Hvers vegna lætur hún svona? Og ríkur upp úr öllum mörk. Málið er að straumbyttan, hún að mestu lítið rándýr. Hún étur mjög gjarnan lirfur annarra vorflugutegunda. Það sem hún sem hefur haldið henni niðri hér. Svo þegar þetta rándýr farið út úr kerfinu, þá ríkur hinn upp. Þannig að það er ýmis gögn sem maður má finna í þessu safni. Og þetta aðeins að skoða vorflugunar á Tumastöðum. Það er ekki alveg heitt sama samhengið. Reyndar það eitthvað skýringin. Þetta ekki nærri eins háa tölur eins og Rauðafelli. En hún elst ekki, straumbyttan elst ekki upp í sama straumvatni og sítrubyttan. Hún hérna í skurði.
hérna rétt við gildrurnar, en streymbeitan aðkomin frá öðru straumvatni, þannig að það eru ekki að hérna keppa. Svo svona rétt við fróðleiks til að setja sína, það eru alvöru tölur á bak við þetta allt saman. Það eru, eins og sjáu, þetta er ekki sambærilega tölur því að Tumastaðir, það byrjaði 1995, Rauðafell 2005 og Skógar 2006. En þetta svona rétt að sína, þetta eru, ég að leika með alvöru tölur. Sko. Og rétt á samantekt, þessi 20 ára vöktun firilda og vorflugna á Tumastöðum, það sína náttúrulega þessar náttúrulega sveiflur sem eru í stofnum og breytingar sem verða. Sem er mjög eðlilegt, það er alltaf sveiflur í þessum stofnum lífvera, sérstaklega dýra. Og þær geta farið eftir bara mismunandi árferði og svo ekki síst seinna árum hlýnun loftslags. Og svo það sem hefur mikið áhrif á þetta flug, það er ríkjandi hitastig hverju sinni og þurrkar úrkoma hafa mikið áhrif á flug. Alltaf eru bestu kvöldin, þar sem við ringt yfir daginn og þornað upp. Þá flýgur flugvall firildi sem hafa vængi. Nú gróðurframvinda hefur áhrif á stofnstærðir, bæði jákvæð og neikvæð, eins og við séum dæmum hérna. Svo eru nýja tegundir að nema land með hlýnuninni í gríðina og sem veita öðrum sem voru fyrir samkeppni. Nú öskufallið fyrir eldgosi það veldur breytingum og allt svona ólíkum náttúrulega sveiflum. Sko. Eins og móti sjá tegundunum fækkaði en eru að ná sér aftur hægt að býtandi upp aftur en eiga samt langt í land. Að ná fyrri stöðu. Nú svona stoppsögun upphæði hjá langflestum tegundunum og sem bara hreinlega ekkert að ná sér upp aftur. Nú aðrar eru á uppleið svona hægt og sígandi og svo eru enn aðra tegundir sem fara upp og ná eiginlega meiri styrk en fyrir gos. Og svo er þetta einn tegund sem rauk upp bara við gosið en svo aftur niðurleið í eðlilegt horf. Ég get lítið sagt áhrif á fálíðari stofna, ekkert að meta það þarf að hafa einhverja tölur til að geta metið. Þannig að þetta mest byggt á þessum tegundum sem einhver almennilega ríði af. En þetta verkefni sem sagði það byrjaði hérna 95 og þetta var upphaflega norræn samvinna, átti að standa yfir 10 ár. Það var á vegum Norðurlandaráðs, ráðherranefndarinnar og svo reyndi að hrundi það verkefni nú því að pólitíkus að það vissi ekki hvað vöktun var, það vildi hægt eftir 2 ár. Vöktun er ekki það punktmæling, það er ekki vöktun. Þannig þegar viðstofan var ekkert ánægð með það að mæla hita í 2 ár og eiga svo að gera allt út frá því. Nú, en þá var ég ákvað að halda samt áfram hér, þótt að vera ekki samvinnu við nágranna þjóður okkar hérna, en klára sér 10 ár. Þá var komið 2005 og það var eins og var sungið í Fráklöfu, það er engin leið að hætta. Og enda var alveg fásinn að fara að hætta, því að hvað gerist yfir þetta tíma? Jú, við fórum að merkja á okkar eigin húð, hlýnun loftslags, og það var að fara að gæta einmitt í gögnunum. Og það var alveg fáránlegt að eiga hennar grunn þá því upphafi hlýnunarinnar og alltaf svo verið að stoppa, það verið að halda hann áfram og sjá hvað gerist áfram og það hefur sannarlega borgað sig. Og þetta er ennþá í gangi og það er engin bilbugur á okkur og þannig að það verður haldið áfram. Og svo hérna og eftir að fara að bera þetta saman við náttúrustofurnar út á landi, öll þessi gögn þar eru. Þetta gefur ansi skemmtilega mynd af fyrirfánunni á landsvísu. Og ég ætla að fá að þakka hérna, þannig ekki síst Sigurþór Ástórsson á Rauðafelli. Þetta er eiginlega allt undir honum komið. Og þessi áhugi fengsins og listasmiður smíðaði í alla gildruna fyrir náttúrustofunar öllu landinu. Og sjálfur keyrir hann að tvær, hann sér alveg Rauðafell og Skóga, tæmir og hann greinir ekki en ákvæmlega samvirkur það klikkar ekki djárnum kring. Hann er alveg með ólíkindum. Og svona Matthías Alfreðsson, mín hægri hönd hér á stofnunni, sem séð ansi mikið tæmingar fyrir mig og tala ekki
greiningu og talningar. Þetta ekkert gaman að vera með sýni með vefurum upp á kannski 1200 stykki eftir vikuna. Maður þarf að kíkja á afturrendan einhver einasta dýri til að greina það, sko. Og fyrir gefmátti. En svona eru bara fræðin. Það þarf að leggja ýmislegt á sig. Og mjög gott að maður getur komið þessu yfir á aðra. Og svo Annette Mæjer, hún vann fyrir mig kortin sem ég sýndi hérna áðan. Og svo þakka ég ykkur sem leiðis fyrir að koma. Þakka kærlega fyrir áhugavert erindi. Ég gerir ráð fyrir að þessu mörg sem að vilja bera upp spurningar til Erlings. Gefið mér endilega merki. Þakka fyrir þetta Erling. Þetta var eins og við vorum búast áhugavert eins og efnið stóð til. En þetta kerfi er náttúrulega óhemjulega flókið. Og þarna ertu bara að horfa á lítinn hluta af öllum lífríkinu sem hefur áhrif á samhenginu. En kannski forvitnilegast hvernig stendur á því að Norðlendingar hafa svona lítinn áhuga í Skagafirði, Húnavatnssýslu og Eyjafirði. Vilja þeir ekkert vera með? Ekki, ég vil ekki svara því þetta er bara að tekja upp, sko. Og hann er best að láta það kyrk líka. Ég bakka með þetta. Nei, það er ein náttúrustofa í Skagafirði sem hefur ekki sýnt mikið áhuga. Og það er enginn í Eyjafirði, en við erum náttúrulega setur þar, náttúrufræðistofnun. En það er aðalkrafturinn í þeim þingasýslunni. Þingeyingar þeir eru þingeyingar, það er kraftur í þeim. Og já, þetta eins og segi, þetta er ákvæmlega flókið kerfi. Ég er náttúrulega bara að skoða hérna þessar tvo hópa sem er hægt að viða á þennan hátt án þess að maður sé hafa nokkuð áhrif á niðurstöður. Það er það sem við verður að hafa. En þetta gefur náttúrulega vísbending um það að það er ansi margt sem er að gerast og hefur gerst. Og það á náttúrulega við aðra þjóðhópa líka. Það er bara, maður getur ekki skoðað allt. En það sem gerir þetta ekki síður skemmtilegt, þetta gagnasafn, er að ég hvergi nokkur staðar séð rannsóknir af þessu tagi. Menn hafa ju skoðað í öskufalli hvernig lífið er eftir öskufall án þess að vita hvernig maður fyrir. Það er það sem gerir þetta gagnaseríu svo sérstaka. Það er mjög góðar upplýsingar ástandið fyrir gos. Og svo gos árið, svo hvert ár sem það fylgir í kjölfarið sem bætist við. Og núna er 2015, gildrurnar er ennþá veiðar, það er veiðar fram í miðjan nóvember. Þannig ég er mjög spenntur fyrir að fá þær tölur inn í þessar súlur. Fleiri spurningar? Já, það er stundur sagt að menn halda að þetta sé einhver algjör ördeiða fyrir, algjör dauði fyrir kvikindin að fá svona eldgos yfir sig, eins og það er aldrei gos á Íslandi áður. Og það er bara staðreynd að lífríki er mótað af jarðfræðina af eldgos. Og það hefur alltaf þurft að mæta þessum áföllum, þetta kallast áföll, og gera það. Þetta er sveigjanlegt kerfi og mjög dýnamískt og skemmtilegt. Ísland er einstakt til svona rannsókna. Það er ekki alltaf samúð í fyrra, sko. Já, Finnur Guðmundsson sagði reyndar eldgos væri svona eins og raritet flækingsfuglar, þetta verið svona bara truflun í kerfinu, skipti engu máli, en átt að það liggja með til hluta. Að ég er að velta fyrir mig svona bara varðandi svona úrvinnslu og hvernig menn vinna úr svona gögnum. Nú til að vera til svona vöktunarseríur, svona sko, umhverfisbreytur væri svona eðlilegast að tengja við, þessi eru greinilega gríðarlega sveiflur í mörgum tegundum. En það, þú talar sko þessi blíðudagan í ágúst sem hafi skipt þetta máli fyrir 2012. En eitthvað svona undirliggjandi bara kannski vindhraði eða meðalhiti eða eitthvað sem geti skýrt best hvað að gerast hjá fyriröldunum? Já, sko, úrvinnslan ekki komin á annars stig en þetta. Það er náttúrulega veðurstofunar sem maður þarf að taka fyrir. Og hvað voni? Það sem aðalega vantar náttúrulega
nokkuð fleiri klukkustundir sólarhringinn. Og það er nauðsynlegt að bera saman við viðaukvögn. Og svo hefði nú verið til gróðumælingar á sama hátt á þessum stöðum. Það er ákveðlega áhugavert. En málið er að ég get ekki tekið alla grópurnar, sko. Ég hefur einhvers staðar að taka marga sjálfur, sko. Þannig að já, það sem við séum það er, sko, venjulega eru þetta, sko, mælingar, það er ekki, sko, fyllt eftir. Þannig að það hefur lítið upp að vera einhverja breytur sem ekki fylgir eftir, sko. En eins og segi, ég er ekki lengra komið úr úrvinnslu, þetta er bara fyrsta glimpsið á þessu gögn og þetta gefur ákaflega mikla möguleika á að kafa ofan í þetta frá ýmsum hliðum. Ég hef ekki fundið það, en ég ætla ekki að fullyrða það sé ekki, en það er náttúrulega svona dæmis og Krakatá og svona, það sem náttúrulega minni yfirlega það strax, sko. Það er ekki það markað. Þakkaði fyrir Erling, en gildranlægi á Tumastöðum, hún er í skógi, er það ekki? Hún er í skógi, já. Já, og á skógum er hún í skógi. Hún er í skógin og Raufarfelli ekki, hefur þetta einhver áhrif? Sko, það er, gróðurfarið hefur mikil áhrif á fánuna, já. Og það er einmitt gaman að þessum gildrum Raufarfelli og skógum, það eru svo gjör ólíkar. Og þess að Raufarfelli, hún er í graslendi og blómlendi, röku blómlendi rétt utan við hlaðvarpann. Þau fáu tré sem eru, það er ein víðirhýsla einhvers staðar og ein birkirhýsla á næsta bæ og svo framvegis, sko. Og það sem gerist þar er grasvefarinn sem er náttúrulega yfir grasi, hann var geysi aðgengur og Raufarfelli og það fundi. Og svo þegar komin í september þá eiginlega hættir gildrunan á Raufarfelli að veiða nema einstaklega flækisfyrirtæki. Vegna þess að þessi fyrirtæki sem eru fram eftir hausti, þau eru í skógum. Þau eru ekki á þessu opna landi, opna graslendi. Þannig að þetta er geysilega maður, og þetta er líka náttúrustofan að koma hann inn, sko, með alls kyns aðstæður og bíótóp, sko, sem er fróðlegt að skoða. Þakkaði fyrir erindi Erling Borgþór heiti ég. Mér langaði svona aðeins að spyrja hvort það hefði komið fram einhver áhrif til dæmis á spörfugla sem að lifa á skordýrum í kjölfar gossins. Fuglafræðingar hafi eitthvað tengt sig við þessa niðurstöðu þínar? Já, ekki hefur það borist mér til eyrna. En það sem náttúrulega gerist þarna í þessum skógum eins og í birkiskógunum að það hrundu birkiæturnar og það var náttúrulega miklu minni maðkur þar fyrir spörfugla og eiginlega hefur birkið verið mjög fallegt alla götur síðan. Þessi birkiætur hafa bara ekkert náð sér að strik síðan. Þannig að birkið vex fagnandi eftir gos. Þetta er aðeins bætt hérna viðvarandi sko ára fugla, það var verið að hvetja til einhverjar fuglarannsókna eftir gosið og við eiginlega bara skelltum hurðinni því það voru engin gögn til að bera neitt sama við. En það var vöktunarverkefni sem á bökkum Markafljóts sem hófst 2007 líklega og þar voru greinilega áhrif á vissar tegundir svona eins og, en þó ekki nærri allar og það var ekki engin langvarandi áhrif af öskufallinu. Það er svo alltaf spurning sko hvað svona kerfir, hvað tekur langa tíma að endurheimta fyrir stöðu eða endurheimtir hana einhvern tíma sko. Nákvæmlega svömmun. Allavega það er langt í land með það í þessu grúpum sem ég hef með. Það er enda bara 5 ár og það tekur kannski áratugi að verða eins og það var. Eða sennilega verður aldrei aftur eins og það var. Því að í millitíðinni er að breytast loftslag og Ísland er svo skemmtilegt. Eru fleiri sem að vilja leggja orð í belg?